Jæja, kæru hlustendur, verið velkomnar í Gellukast. Verið þið það? Sæl og blessu Brynhildur. Sæl, Sara mín. Gaman að hitta þig. Þetta er nú bara eitt af þeim skipti sem við munum hittast í næstu 3 mánuðina. Það er rétt. Sér mun ég ekki hitta þig neitt meira. Jú. Þetta er ekki true, þú veist að koma út. Kanski. Ég er ekki búin að bóka. Kannski gerist, já, en ég meina kannski gerist eitthvað og ég mun ekkert komast í allt sumar til þig. Nei. Alltaf fulla hljóðið. Herði, já, við Brynhildur vorum að komast að því að við erum báðar að fara í flug á sama tíma, þannig að við erum báðar að fara upp á flug klukkan 4 í nótt og klukkan er núna 6. korter yfir 6 og vilt þú byrja að segja hvað þú átt eftir að gera? Sko, það er leiðilegt podcast. Nei, ángríns, ég held að muni margir tengja við þetta. Ég hef eftir að pakka fyrir sjálf á mig. Helmingin að pakka fyrir Liluna. Ég hef eftir að þrífa húsið að þú veist að ég er að flytja út úr þessu húsi. Ég hef eftir að fara upp í vöruhús og sækja vörur. Ég hef eftir að fara til Heklu og sækja make-up. Ég hef eftir að fara... Já, sko, það er fullt annað sem ég þarf að gera en ég er að sleppa því að því að ég næði ekki. Og svo, já, ég man ekki þessu hvað ég Þú ætlar að hitta Höllu líka? Já, vingur mín var að koma frá Bandaríkjunum, hún er búin að vera í Bandaríkjunum í 3 ára eða eitthvað og hún kom bara sama degi ég, þannig að ég þarf að hitta hana, ég þarf líka að hitta hina vingunum mín og gefa henni barnaföt. Já, og svo ætla ég að leggja sitt vala. Brynhildur, hún er eftir að gera þetta allt og ég líka að fara í flug klukkan 4 í nótt og ég hef eftir að fara í Hveragerði og pakka, eða fyrst þar er reyndar að fara í Gina Tricot, velja fötin sem ég ætla að vera í ferðinni út að ég er að fara með Sunnefu og Tönju í Gina Tricot ferð að taka content, þannig að já, ég hef eftir að fara í Gina Tricot klukkan 8 og velja fullt af fötum til að vera í ferðinni, síðan á ég eftir að fara í Hveragerði, pakka fyrir ferðina, ég eftir að fara upp á Heildsöluna í Hárvörður fyrir ferðina og svo bara fara á flugvöll. Þannig já, þið sjá bara vel núna hvað við erum skipulaðar, skilur þú veist, mann líður bara langbest í skipulagi og við erum mjög skipulaðar. Þú veist, það er ekki hægt að vera óskipulaður. Nei. Þannig bara, þú veist, hlutin virk ekki. Nei. Þú veist, og núna erum við náttúrulega að fara, við náttúrulega glemdum báðar að nefna, við erum að fara að taka upp núna, við eigum þennan þátt og einni viðbútt eftir að taka upp. Já, og þetta er eins og að fara að taka fullt af podcast áttum. Já, þannig að við erum ekkert að fara hérna út fyrir klukkan 8 þegar ég er að fara í Gina. Þannig að, já, og svo kannski komum við aftur í kvöld og tökum einni viðbútt, þannig að við eigum nokkra í viðbútt. Og við erum að gera þetta launalaust. Út af því. We love it. Slakka horta. Enginn að biðja ykkur að gera þetta. Allir borga. Ok, þið ákveða að gera það. Mér ángriðs, ég kíkti ég á hund. Ég á Kókó á bíl. Ég elska að keyra minn bíl. Ég kann að keyra. Brum brum. Ok, hvað ætlaðu að segja? Ég á eftir örgulega. Þú varst örgulega að fara að segja ég á eftir eitthvað. Nei, það var eitthvað mjög sniðt sem ég ætlaði að segja. Ég á eftir að sakna þín. Ég á eftir að En já, ertu ekkert stressið að vera bara einn í Króatíu og eiga enga vini í allt sumar? Ég er náttúrulega króatíska vinkonur, sko. Halina, Malina, Kalina. Salína, varst ekki? Já, Salína. Dobardan. Ég var að kenna ykkur hérna að segja góðan daginn, sést þetta? Dobardan. Þetta er virkar líka serbísku, ef þið viljið tala serbísku. Já. En hvað hana... Nú fór ég alveg slegin undir leiðinni. Hvað er fyrir átt til útnanda á æfinni? Getur þú talað? Nei. Þú veist, ég er að tala um, hvað margra landa, skilur, ekki í hvert einasta skipti. Hefur farið... Svíþjóð, Danmörk... Þú veist, þá er bara Bandaríkin 1 land, skilur. Þú veist, ekki New York, ekki, þú heldur bara Bandaríkin.
Erum við til Kanada? Já. Kanada? Já. Kanada? Já. Erum við til Suður-Ameríku? Mexiko? Nei. Við þurfum að fara þangað. Já, ég ekki eðlilega til Same. Ég farið til rosalega margra landa. Rosalega margra landa. Hvað uppáhaldslandi sem þú hefur farið í? Uppáhaldslandið örugglega, sko bara svona ferð eða búið í Bara, þú veist, heimsótt heimsótt eða búið í, bara alveg sama, bara eitthvað land. Veldu bara. örugglega, sko ég er ekki fan af, þú veist, ég held ég myndi ekki þora að búa í Bandaríkjunum bara út af öllu sem að gerist. Þú veist, ég myndi ekki þora bara að vera með krakka minna eða bara, ég myndi ekki þora að fara að labba ein út og götu ykkur þar. En það var ógeðslega fucking gaman í LA og þú veist, þá svona vinaferð fucking gaman. Þú veist, það er bara mitt vibe í LA. Já, en ég líka fucking elskaði Vancouver en ég bjóð þar. Ég elskaði líka að fara til Ítalíu. Þú veist, það fer allt svolítið eftir með hverjum þú ferð og líka hvað gerðist. Þú veist, ef þú átt gett bad experience í geggjuðu landi þá áttu bara þá experience þar, já. Þá áttu bara þær minningar. Já. En við þurfum að fara til Miami. Það er svona eitthvað sem ég fór bara til Miami þegar ég var tiny. Þannig að Ertu búin að fara til Miami? Já. En ég ángurins ég man eiginlega. Hvað undan mér? Ég var 9 ára. Kannski ekki hugsa þá bara. Ég hugsaði það, ég var bara, nei, pabbi, ég vil ekki fara þangað. Já, mun eiga vinkonu því ég verið 20. Ég vil fara með henni í fyrsta sinn. En já, anyways. við erum að fara þangað og líka hérna, út af þú ert náttúrulega OnlyFans-stjarna. OnlyFans? Viltu ekki beða þetta saman? Það er alveg sko, þetta er opið podcast, núna heldur fólk að ég sé með OnlyFans. Nei, ok. Brynhildur er ekki með OnlyFans en hún er með svona svipa plattform. Nei! Sara, ég var eðis út sko. Nei, ég er að djóka. Ég var bara út af því að ég veit að margir halda það, þannig ég vill að við tökum þetta saman. Já, ekki þá segja ég sé með það. Nei, ég veit það, en þá er fólk svona að byrja að hlusta og svo núna útskýrum við þetta er ekki þannig. Þannig að útskýra hvað þú ert með. Fanfics það var basically gert fyrir svona krakka, eða alla þessi stærstu TikTokers, þau eru öll með þetta. Það var gert fyrir þau, hana Cameron, ég ætla að segja Cameron Diaz. Cameron Diaz stofnaði þetta sem sagt, eftir að hún gerði Love is Blind. Nei. Ég ætla að segja Love is Blind, en ég ætla, þetta er, nei, þetta var eitthvað Hollywood. Oh my god, þetta er uppáhalds jólamyndi mín, að ég get ekki líka. munað. Ekki Love Actually, heldur Swap Homes eða eitthvað. Sara. Swap Homes. Já, Swap Homes jólamyndinni mitt. Nei, þetta er Holiday Swap. Holiday. The Já, hún heitir Holiday. bara, já. Wow. Holiday. Holiday, já. Nei, Cameron Dallas sem var Vine. Cameron Dallas. Er það ekki Cameron Diaz? Þess að rugglaðist ég sagði Cameron Diaz fyrst, en það er Cameron Dallas, það er já, gæi sem að stopna þetta. Sem var alltaf Vine hana, það vita örgulega flest að hann var í Madcon og hvað. Hann byrjaði þetta með einhverjum vinsinum og já, þú veist, þetta er sem sagt fyrsta lagi bara því að Sara er ógeðslega fyndin. Sjuts. Nei, þetta er sem sagt það er bannað að setja inn nude. Eitthvað nude og eitthvað þannig tengt. Ég var að fundi Segir myndi gott í dag. Nei, ég er ekki minnst. Já, ég bara gæti ekki hægt að setja eitthvað bjöllumyndar bara gæti ekki hafa mig. Nei. Stóður ekki nút, bara sorry. Nei, hana Brynhildur er búin að segja engar bjöllumyndir. Sitt Brynhildur Norgen. Joke. Nei, Brynhildur hefur aldrei postað neina nude eða neitt og eitthvað og ángriðs ég vil aldrei gera það. Ég hef ángriðs skoðað þetta og þetta er bara eins og Instagram en þetta er bara ekki flottar myndir eins og Instagram. Þeir eru líka að reyna að fá, það er líklegt, ég var að fundi með Alex Earl og það er mjög líklegt að hún sé að koma hann inn og þetta er ógeðslega sniðugt eins og Alex Earl, ef hún er með auka content, þú veist, það eru allir frá að dritast þangað inn, bara, þú veist, og þetta er allt bara, þú veist, en hjá mér er þetta náttúrulega aðalega ykkur gæjar. En eins og við ætlum að gera, þú veist, hérna,
út af eins og síðasta Halloween party og eitthvað svona sem út af þau eru alltaf með eitthvað party. Já, ég var átt eftir að klára það sem ég var að segja um þetta. Actually, ok. Actually, þá átti ég eftir að klára. Actually, þá varstu búin að klára. Já, nei, en það hafa alveg verið, þú ert bara, að því að fyrsta lagi þarfst að vera invited til þess að það getur ekki bara hver sem er stofna aðgang. Þetta er aðalega bara, þau reach out to you og ég varst þetta geðveikt fyrst af því að ég var búin að sjá eitthvað svona mynd og ég sá bara eitthvað svona geðveikt stóri TikTokar og ég bara, wow, you guys want me? What the fuck? En já, þetta er brókslega gaman af því að þegar maður tekur myndir, þá tekur maður alltaf skrillumyndir. Já. Þetta er bara ekki næsa hendin, bara fullt af myndum sem ég var setja á Instagram, nema bara aukamyndir sem fóru ekki á Instagram. Og, já. Og, einmitt, eins og þú segir, þau eru alltaf að gera svona events. Ef þið farið inn á Funfix Instagramið, þá, getið þið séð öll fucking celebin sem hefur í þessu. Það var Alex Earl og eitthvað svona fullt bara allir TikTokar sem maður er að followa. Insta þeir eru influencers þarna í þessum partíum og út af því að Brynhildur þurfti náttúrulega að eignast krakka þá Alltaf bara Ariel hlusta á þetta í framtíðinni bara Sara frænka hatar mig. Ég náttúrulega elska Ariel meira en allt sko í lífinu en ég er bara að segja að þannig að við komumst ekki í eitthvað af þessum partíum. Nei sko, Sara, þú veist ekki hver mörg þau eru núna F1. Nei, en ég er að segja ég er að segja ding, að að við ætlum að fara eftir sumarið þá ætlum við að fara saman í eitthvað partí. Já. Ekki bara, þú veist, já. Bara, það verður bara það er bara þannig. Að ég fæ alltaf invite í þessu partí og einmitt, svo er ég bara að skoða Instagram þegar þau fá alltaf bara að þetta er bara svakaleg partí, þú veist, þetta er bara allir influencers stærstu í heiminum bara mættir hana og ég alltaf bara skrolla bara, slega gaman hjá þeim öllum og bara geta verið eitthvað að djamma með þeim. En já, við mætum í partí eftir sumarið og tökum upp alltaf að Hæ, það var íslenska gælu, veit enginn hver við erum bara, við erum með gælukast we're vlogging við ætlum ákveðs að taka upp og vera bara, ef það má ef við annars sníkum við og það hlýtur að meiga, ég minna það þú veist, eigum ekki allir að vera að gera eitthvað TikToks og eitthvað, ég held að sé bara svo er ég eitthvað persónulega, hvað heitir þú? Sara minn, Sörtsa bara eitthvað, oh, you're small nei, þú veist smá hreyfaldur þú ert smá hreyfaldur já, þetta var sagan af fanfics þá sem held þetta að vera OnlyFans þannig að þetta er það ekki og þú var þetta Sara en já, segðu eitthvað þú ætlar að velja þitt uppáhaldsland já, ég elskaði Maldífs og mér varst líka Dubai æði já. En síðan finnst mér líka Ítalía bara Gardavatni á Ítalíu gorgeous og þú veist, Svíþjóð getur líka verið æði eins og núna, þú veist, í sumartímanum þannig að ég er bara svona wow ég held bara að já, hvað er það þá? Er enginn sem er, þú veist, ég held Maldífs þú veist, það var æði að synda hann í sjónum og snörkla og þetta var bara þetta var svona mind-blowing my diamond earring já, I lost my diamond earring there are people that are dying ok, þetta er ógeðslegt podcast ok, róli með stóru orðin þetta er ógeðslegt ég bara heyrði sjálf mig segja þetta, ég heyrði röddina mín og ég bara það var einmitt, ég var í neglum dag og hún var að spyrja farið ekkert svona þú heyrir röddina þína þú veist, að því að geta oft sem að var yngri maður heyri röddina sinna á eitthvað svona myndbundum og maður bara, oi, tala ég svona en ég fæði við erum líka svo finnar, við erum alltaf bara þú veist, eins og síðasti þáttur þú veist, flestir væri bara eitthvað, ok, shit hvað við erum búin að fara niður á við maður þessi podcast fyrir allir búinn bara og við erum komnar hérna á eitthvað fundarborð og ég veit ekki hvað podcast fyrir allir búinn en síðan erum við bara báðum við erum svo finnar, ég er bara að hlusta á þáttinn 5 sinnum og bara heldur bara ég líka og bara en það skiptir líka ekki máli, þú veist, það eru alveg margir sem að bara finnst gaman að hlusta bara á algjörst flip já, ég veit það og það er líka bara hvað
ég veit ég alltaf að segja þetta en ég kíkti á át og núna geðveitt stutt og það voru svo margar Við erum alltaf að segja þetta ég veit það, en ég ángrís það ég fæ bara svo mikla hlýju í hjarta mitt ég finnast ég að gráta sko út af því að þegar þeir að koma í alvöru lýsa á þegar þeir að koma og er bara elsku Gellukast og bara segja hæ ég Þú verður að taka henni nöfn svo við getum sagt nöfnin já, ok, ég ætla að gera það næst ég ætla að taka Allir eru henni bara Begga, Gugga, Gigi ég ætla að taka mynd með þeim líka og þá getum við sett í svona TikTok Já, þegar við erum með svona ógeðslega high production í gangi hérna Nei, ég ætla að tala um að setja svona slideshow já Hvað Ég ætla að tala um að myndi setja inn á myndbandið, þú veist, myndir inn á til hliðar ég er bara slögma aðeins á nei, ég er bara svona thanks for the weekend og svona ding Thanks for the weekend hi man, thanks for the weekend Ok, þetta er sem við erum að tala um þegar við tökum eitthvað svona inn á velli bara kapish og var að spyrja mig hvort þegar við erum fengum ógeð af hlátni af högn í salin högn í salin og hún spurði hvað sem fengið ógeða röddunum okkar við erum bara greinilega ekki að fá ógeða neini sem við gerum við erum að taka einhverja kvót og einhverja eftirhermur hérna hefur þú hlustað á beint í bílinn? nei, Ég þarf alveg að hlusta ég líka hún var að tala um að það var ekki gott en hún hlustaði alveg á það aha ég er að segja, þú veist, ég held að þeir sem líka bara svona flip Já. núna veit ég ekki neitt sko, en bara það sem ég hef séð á TikTok og eitthvað, þeir séu veitu bara hverjir eru því? Sveppi og Pétur akkur er ekki búin að hlusta Ekki að fá það uppáhaldinu mín Já, Þetta þú er veist, óksla finnur þeir eru bara að fara rúndin og taka upp þú veist, það er held ég ekkert plan hjá þeim sko, núna ángur veit ég samt ekki en Happy Hydrate, sjá hvað Mér það er cute finnst þetta svo geggjaða pakning Mér Þeir finnst fengu það þetta geðveikt. óvart Þeir pöntu þetta ekki Þetta er Happy Hydrate pakningarna by the way að því við switchum svona upp úr einu yfir í annað Hérna, þetta er núna fyrir sumar Þeir fengu óvart þessar pakningar og síðan voru þeir bara gett cool Happy Hydrate Ok, þetta er skrið Svona Ramona eða Ég var ekki að móna, það bara heyrðist ekki Happy Happy Hydrate, we love this Við erum samt ekki með það í glasi hérna Nei, en- ég er að fara að taka þetta allt með myndi krótju og ég ætla bara að vera á ströndinni að sippa Happy Hydrate Ég ætla að hafa alltaf sömu auðlýsinguna fyrir Happy Hydrate Oh my god, ég var að segja eitthvað og það kemur inn og bara Ég ætla að hafa alltaf Það var svona vélmennar alltíðinu Já, Bryndur alltaf að vera sipping Happy Hydrate á ströndinni Happy Hvernig heldur þú að sumar Æ, verða á nei, ég er Íslandi? að segja, við erum alltaf með sömu auðlýsingu fyrir Happy Hydrate Ok Við erum ekki sponsor Happy Hydrate Við erum að reyna að fá spons en við erum alltaf að auglýsa hvað sem er Nei, ángrið ég sagði við strákana Ég var eitthvað, hver alltaf er að sponsa okkur? Og þeir eitthvað Við þurfum ekki að sponsa okkur, þið er alltaf bara auðlýsa okkur Hverjum einast þetta sem við fáum eitthvað við erum bara, þetta er geðveikt og svo erum við bara taste test í þriðja skipti og bara Þeir bara eitthvað, ég meina okkur ættum að borga ykkur hvað sem er að gera þetta En við erum núna alltaf að fá að taka upp hérna frítt hjá þeim Þannig að við ætlum að byrja að það er rauka það um leið og við förum Þá sendum við þeim stórreikningin En að segja ykkur, er þið ekki alveg öruglega að kaupa geggja mikið Happy Hydrate út á okkur? Ég held það. Nei, að senda Þetta okkur er lúmskt. Þannig að við getum sengt þeim hvað við erum Já, farið í búðina, ég man eitthvað og kaupið Happy Hydrate Nei. og takkið okkur og segja við keyptum þetta út af Gellukast Nei, og við gerum það, þá er árið mitt made. já, ágrís Já, varst að segja að setja í story og taka Happy Gellukast Hydrate og Gellukast Já. og segja að þau keyptu þetta út af okkur. Þeir náttúrulega fatta þegar þú takkar Gellukast og Happy Hydrate Nei, en það er skemmtilega að segja. Já, ok Segja because of the girls og setja eitthvað svona sniðugt og, Ég keypti þetta og sá sem að setur flottasta instastoryið gefur við Happy Hydrate 4 svona 4 sem sagt Ég er bara að búa af til 10 eitthvað stykum við alltaf Já. líka þeir á rauð og 40 stykur af Happy Hydrate. Þið vitið ekki sko, ég er ekki að grínast á sunnudaginn Heyrðu. eftir okkar með tebúðinu, við fórum út að borða með tebúðinu og eins og alltaf mistum okkar aðeins í margarítum og eitthvað og ég var actually bara, þú veist, ég verð ekki núna er ég bara með ekki neitt tól og mér er actually ógeðslega illa daginn eftir, þú veist,
ég hef aldrei fengið svona eins og ég þurfa að æla, ég hef aldrei tengt að fólk eitthvað svona, bara var að æla daginn eftir og gæti ekki borðað eitthvað, en ég var svona alltaf bara þreytt og þú veist, leið bara svona illa, en þarna var ég bara, já, þarna var ég bara, ég þarf bara ángriðs að æla, ég bara náði ekki, ég var að keyra og ég ángriðs skreið inn í Netto Engilhjalla og var að leita, ég sver, ég byrjaði að sjá bara svona blörrað, ég bara skreiði inn og bara var að leita Happy Hydrate í þessari risabúð og svo sá ég loksins, ég bara greip eitthvað, tjöggaði það og ég sver mér leið miklu betur. Nei, ángriðs, og ég veit líka, hún er ekki að ljúga út af því að í fyrsta lagi erum við ekki sponsor og í öðru lagi þá sagði hann mér nákvæmlega sömu söguna út af því að ég vaknaði svo á morgunin. Hún gisti að mér. Já, og svo vaknaði ég á morgunin og hún bara, oh my god, Sara, djöfull virkar þetta Happy Hydrate? Og ég var eitthvað, já, ég veit það, og hún bara, nei, ángrínsari, ég var bara, mér leið svo ógeðslega illa og ég bara, þegar ég var að fara inn í Netto, sé bara, núna er ég góð, ég bara, góð, ég eitthvað, oh my god, þú verður að segja frá þessu. Sem ég gerði. Nei, en út af því að, þú veist, þetta er náttúrulega bara, eins og Arnar sagði við okkur þegar við tókum hann í podcastið, sem að bæði við ætlum að vonast til að Arnar komi inn, það bara nefnir ekki að hanga með okkur. Það er allir farnir ekki að stöðni. Það bara, ok, stelpunir að koma guys, out. Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega bara key að vera, þegar maður er þunnur, er náttúrulega bara hydration, þú veist, bara að drekka nóg mikið vatn og ég geta ekki, ég hata vatn, ég hata að drekka vatn og líka, þú veist, það er ekki nóg að drekka bara vatn og það ert líka náttúrulega electrolytes og eitthvað og ef þú drekkur Powerade þá ertu bara að drekka sykur og þá verður bókstaflega verri og þarna fann ég bara að ég var bara með æluna í kokinu og ég bara ef ég hefði drukkið sykur þá hefði mér bara liðið meira óglatt sko. Og þessna var þetta bara út af því að ég held að hafi verið seinast þegar með tebúðinu þá var ég alveg eins og ég var fokkin þunn og þá var ég bara að tilvíðulega með Hydrate hjá mér fekk mér það alltaf gett þennan með tebúðinu. Já, ákveðist það svo gaman og þá leið mér miklu betur þannig ég vissi bara núna að ég þyrfti þetta og ég ekki greist, ég bara, að ég meira segja fór í Netto viljandi og ég fær aldrei í Netto, ég var alltaf krónu eða bónus svo veist ég að leita á næsta Netto því ég veit að Happy Hydrate er bara í Netto en ekki krónunni og í bónus. Það er endur í krónunni. Er það í krónunni? Já. Síðan hvernig? Síðan bara alveg lengi. Fuck, ok, ég ætla að fór ekstra langa leið til þess að fara í Netto til þess að ég man að var í Happy Hydrate. Já. En já, ég er svo saman og ég líka finn sko, þú veist, eins og bara þetta er svo rétt hér út að þegar ég var alltaf þunn og eitthvað svona, þá bara manni leið aldrei betur, maður var alltaf bara að drakka kannski 3 Powerade og svo varstu bara ennþá meira þreyttur og þú fékkst annan bara þetta var refreshing en ég er ekki að grínast, þú veist, ég fæ mér þetta alltaf líka áður en ég fer að sofa, við fengum okkur þetta líka áður en við fórum að sofa. Nei, við fengum okkur ekki áður en við fórum að sofa. Nei, mér leið svona illa að ég fekk mér þetta áður en við fórum að sofa seinast og þess vegna var ég alltaf að náða að vera góð þarna fekk mér ekkert, ég held ég að fengi mér við tökum vasklas og það gerði ekki neitt. Nei, og eins og í gær þegar ég kom heim á djamminu þá kom ég bara heim, fyrsta sem ég gerði tjögga reistórt glasa Happy Hydrate, fara að sofa þegar ég vaknaði fekk ég mér annað Happy Hydrate. Það er ástæðan okkur búin að geta drukkið alla þessa viku. Ég veit það er ángriðs út af Happy Hydrate. Ég bara I love it. Ég held að mér finnst þið svo, okay, kannski eru ekkert að fara að auglýsa þetta sem hangover killer, en þeir mætti auglýsa meira, af því að þetta genuinely er hangover cure. Þetta er bara, og þú veist, ég líka byrjaði að drekka þetta bara svona dagstaglega, það er kannski út að ég er alltaf að drekka. Já, maður er alltaf á að gera það, sko. En ég er svo sammálaður, sko, að taka þetta fyrir og eftir jam. Og það er ekkert eitthvað auka drasl, þetta er allt bara, já, heyrðu, sponsa okkur bara. Já. Ok. Já. Það er bara eins og þú sé að borga okkur 1 milljón á mánuði við hvernig við erum að tala um þetta, sko. Já, við vonumst eftir sponsi kannski eitt í mann. Einn daginn. En þá líka, þegar við fáum spons, þá veit fólk líka að það er generally að við elskum þetta út af því að við erum búin að vera að tala um þetta bara. True. Hvað segirðu? Ég segi bara gætt um þá. Sagði ég upp á landið mitt? Nei. Ég langar bara að segja, sko ég hef náttúrulega ekki farið til Maldives og ég hefði farið til Dubai ef ég hefði ekki verið rólegt út af því að systir mín býr þar. Núna er alltaf heitt þar. Ok, róleg gett leðilegt fyrir Ariel að hlusta, þú veist, hún er bara eitthvað vá, mamma mín hata mig. Já. Nei, það er bara þú veist bara Brynhildur er bara að fara út Brynhildur og svo ef ég er að segja við einhvern annan já ég er fyrir út þá stendur þetta Sara fyrir aftan og fólk er eitthvað svona það var út svo lengi Sara bara fyrir aftan bara
Hún er að fara að gera það, já. Í allt sumar. Og svo ég alltaf bara, hún bara að rústa ferlinum okkar. Gelli kosti bara taking off hérna og bara geðveitt að ganga vel hérna og Brynhildur bara rústunum. Já. Bara, sorry, ég get ekki vala á milli kid. En það ekki það. Við erum að fara að taka upp líka í sumar. Og Sara ætlar að koma út. Þið verðið líka að senda okkur meira, kannski er allir að senda okkur við sjáum það ekki. Við bara sjáum aldrei. Þið verðið að senda okkur meira, bara fólk bara, svaði mér aldrei. Ég veit ekki okkur náum ekki að sjá skilabóðin, en enn og aftur við náum ekki að sjá skilabóðin á Instagram. Við erum bara að koma því í lag, sko. Hefur þú ekkert um að klesta á? Einhvern veginn bara mjög stutt sér. Var það fyrst skipti? Já. Já, alveg rétt. Þú veist í símanum? Nei. Ha? Nei. Já, það var klesta aftan á okkur. Ha? Já, klesta aftan þegar þú varst að keyra. Já, gæinn klesta aftan á okkur. Nei, og síðan hefur verið klest aftan á mig líka þegar ég var á bílnum hjá fyrrverandi. Og síðan einhvern tímann þá var bremsa geðveikt harkalega á móti mér. Þannig ég svona rétt svo tiltaði bara. Tiltaði? Að þú veist, það bara rétt svo. Já, svona tappaður í hinbílinn, já. Það var ekki svo gæinn sem var klesta á. Þetta var fyrsta skipti sem ég var að hitta þig. Þú varst ekki búin að lenda í neinu skrýtnu. Svo hitti ég þig, klest aftan á okkur, á sko 30 götu. Og ég var að gera held ég. Já, því þú fyrst þér drykk og gæinn var í símanum. Já, hann var í símanum, út af því að hann sko, það var ekki að tilta. Ég rann! Já, það var alltaf hálka. Hann bara, Við vorum að fara svo hægt líka. Svo bara... Nei, við vorum stopp. Og hann stoppa að reyna að fara á hringtorgi og svo kemur hann bara Hálfviti. Hann var á svona 60. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. En já, ég er að reyna að ákveða líka hvort að ég vilji halda afmæli mitt í Dubardan Í Króatíu. Já. Og út af því að actually, þá er teboðið þau eru nefnilega að verða líka í Króatíu. Já, alveg rétt. Ég er að fara til Króatíu og síðan vikuna eftir sem er afmælisveika mín þá verður teboðið þar, þannig ég er að pæla hvort ég er að framlengja og halda afmæli mitt þar með þeim. Þú ert að fara að gera það. Og svo myndi, út af að ég ætla að halda, þú veist, afmæli heima hjá mér líka, svona grillparty, en út af því að kótilettan er helginni eftir á, þá geti ég haldið grillparty helginni eftir á, fyrirparty fyrir kótilettan sem er afmæli mitt. Þú veist, þetta er bara, af hverju ættir ekki að gera þetta? Ef þú gerir þetta ekki, það er bara skreitin. Það er nefnilega svolítið skrítið ef ég gerir þetta ekki. Og því að þá ertu bara basically að segja, ég nenni ekki að vera með þér. Já, það er, þú veist, ég myndi alveg taka því þannig ef ég væri þú, ef ég gera það ekki. Ég er bara, ég sé þetta fyrir mér afmælið þitt á þessu hóteli sem er alveg upp með ströndina og líka fucking vlogið sem að það væri og ef við fáum bara, þú veist, vinkonurnar út best time of the year en núna ætlum við hans að bíða því að Sara farin í síman. Ég er ekki farin í síman, ég er ekki í símanum. Ángriðs, sko, ég held að þessar græjur hér að, þú veist, ég er miklu betri að syngja í þeim. Ég held alveg að ég gæti verið söngkona ef að ég myndi taka upp lögin mín í þessari mic. Heldur það? Já. Þú hljóma betur? Já. Ég held að sé út af heyrnartólunum. Já. Þá heyrir maður, ætli þetta sé nákvæmlega sem maður heyrir sjálfur sér. Ég held það. Nákvæmlega sem maður talar. Ég veit það ekki. Heldur það? Út af því að sko, stundu þegar ég heyri svona vídeo af mér tala, er ég allt öðruvísi. Þá er ég bara, óýbrasta. Þá er ég önnugæla. Já. Ég kannski eitthvað, svo spilaði vídeoið. Já, er bara tala eitthvað svo, En svo í hérna, þá tala ég gett fallega. Já, gjör það. Ég held að sé að þegar maður heyri í sér alveg bara upp, bara eins og sé að kvísleira eða eitthvað. Já. Ég held að það sé heyrnartóluna því að þú tekur ekkert eftir þessu þegar við erum í hinu stúdíunum okkar, þá vorum við ekki með heyrnartól. Nei, en samt skilur þegar ég hlustaði svo á þáttinn, já. Þá var ég aldrei eitthvað svona, eins og í vídeóum. Þá bara geti ég ekki hlusta. Ég held að þetta sé eins og maður tali í alvörinni. Út af því að þegar ég heyri þér tala um mig og svo þegar ég heyri í podcastinu, þá er þetta bara alveg eins. Já, same við þig. Þannig að við erum actually góða söngkonur, við bara heyrum vitlaust. Já.
Rétt. En já, hérna komdu með eitthvað gott trick komdu með eitthvað gott trick núna Hvað? þú veist fyrir gælu sem að langar að koma sér í form Já. núna fyrir Já. sumarið Gott trikk. já, Það er ekki neitt trikk. nei, Það er bara... nei, Sara, hvað? nei ég, Það er ekki bara, neitt trick. ég er bara að reyna að koma með eitthvað spurningu en það verðum ekkert planaðar Já, nei, en samt alveg góða punktur, eða gott topic, þannig séð. við ættum kannski að taka næsta þátt bara það Já, mér finnst bara svo leiðilegt að tala um þetta. Þótt þetta sé, þú veist, bara það sem ég lifi og fólk kannski, þú veist, actually vill og langar að heyra og langar að apply to their life. En það er bara að segja real quick, calorie, protein og hreyfing. That's it, that's all I'm gonna say. boom, Gym, calories, protein. mic drop En ég fór undir að hugsa að því að, þú veist, núna á ég systur sem er 15 ára og ég var líka myndi að tala við eina stelpu sem var 16 eða 17 ára daginn og ég fór bara að hugsa hvað maður var svo insecure á þessum tíma ég veit og að því ég sé, þú veist, sem er náttúrulega bara eðlilegt, það er ángs allir þannig og hvað maður var svona mikið að spá í öðrum já, generally ógeðslega mikið að spá í út af því að það þessi eru stelpa samt voru að tala við ógeðslega mig. margir ennþá þannig á Já, okkar já. aldrei sko ef maður lærir þetta aldrei Já. og maður gerir aldrei því þá bara ertu alltaf eins en já, einmitt, og sérstaklega Íslandi það er allir bara, þú veist en ég fór að hugsa þetta og ég er bara eitthvað svona ég er búin að gleyma hvernig maður var þú veist, að spá í hvað öðrum finnst og hvað maður var bara eitthvað svona þú veist, því núna er svo langt síðan ég hætti að gera þetta þú veist, ég er bara eitthvað svona og hún var að segja þetta við mig og ég eitthvað svona ég var bara eitthvað þú veist, ég er svona eiginlega fór bara að hlæja því ég var bara eitthvað svona þú veist, þetta er svo galið að þetta litla land og við erum öll bara eitthvað við höfum ekkert að gera ekkert betra að gera nema að vera bara eitthvað point out eitthvað fáralegt og líka ekkert annað að gera heldur en að vera að spá í hvað aðrir eru að spá þú veist, að því að já, Nei, ángríns ég bara þetta er svo fyndið skilur og þetta er líka bara svona það er að taka hinn nokkuð en þetta er líka bara, þú veist, fólk er bara svona það er svo mikið og það er líka alltaf svona ok, þessi var að gera þetta og svona afbrýðisemi og það þarf ekki svona að vera mikið nei, þú veist, þetta er bara eitthvað það var eitthvað gælla sem að, þú veist, fór til útlanda eða eitthvað, skilurðu og þú veist, að fólk er bara svona akkur, ætli hún hafi náð að fara svona akkur, þú veist, hvernig er hún að fara Bara til pening og útlanda. eitthvað, já, þú veist og fólk er strax byrjað að tala, Já. þú veist ég ángríns, það er bara leið og ég hætti að pæla í öðrum og pæla í hvað aðri væri að gera og hvaða life choices þau væri að gera, það er bara þeirra mál þá fór mér að ganga vel, skilur þú veist, út af því að ég bara mér er alveg sama ef að Gunnan er í bæir fór með Dotta Majanis heim eða eitthvað já, eða bara, þú veist þetta var einmitt svona þetta er, þú veist, ég veit ekki hvort þetta sé meira núna heldur en þetta var þegar við vorum yngri út af því að, þú veist litlisti mín var að segja, þú veist, það var einhver vinkonu hennar sem var að byrja að gera neglur og augnár og eitthvað og það voru bara allir í skólanum bara eitthvað vá, hann er bara að byrja að gera augnár og hann bara heldur að hún sé flottust og ég bara, Hæ? að því hún er að gera augnár ég bara svona, það genuinely má ekki gera neitt í dag, þú mátt ekki vera þú þarf bara að vera eins og allir í sömu fötunum með sama, nákvæmlega sama Instagramið, með sama síman, með sama bara, þú veist, það þurfa bara greina allir að vera nákvæmlega eins og þú ætlar ekki að fara sömu leið eða ekki gera það sama, þá ertu bara það er bara alltaf, Hún heldur bara hún sé flottust hún er með gera augnár hvað er að henni? Nennir bara hætt að gera þessu augna Þú veist, rólega að reyna að segja við mig að þú sért flottust í heimi það er greinilega sem þú ert að reyna að segja með þessu gera augnhár þú getur alveg eins bara að skrifa ennitt, ég er best Já Róleg, þú veist, getur við angst hætt þessu bara núna hætti þessu þetta er svo asnalegt og stelpur sem að eru yngri og þú veist,
eru kannski að spá í hvað er að hugsa ykkur eða eru stelpur sem að segja eitthvað svona því hún að gera þetta er fáralegt og líka bara svona þið munið að læra það þegar þeir eru orðnir eldri þá er bara hvað var maður það er nefnilega það er nefnilega máli að það er ekkert allir sem læra þetta þegar þeir eru orðnir eldri það er nefnilega máli ég veit fullorðna konur sem eru ennþá að pæla í þessu sem eru ennþá að ræða hvað einhver vinkona er að gera eða eitthvað og þetta er bara svona og hvað er það að gera? Já, ekki neitt ángríns og ég er bara svona ok, það byrjar einhver af vinkonanum að posta á TikTok eða eitthvað hver heldur hann eiginlega sé? Það er eitthvað posta að posta á TikTok þú veist, hvað er að henni? Slakað á, ángríns hún er að lipsinga, þú veist come on, hún er bara obsessed af sjálfur sér þetta er ömuleg gælla ég hef líka einu sinni, þá var eitthvað vinkonum minn skoða eitthvað Instagram hjá okkur annari og hún bara eitthvað það sést bara hvað hún er obsessed af sjálfur sér og ég var bara þú ert að segja það um mig sko ég bara, hvað er ég þá? Og hún alltaf bara sprakk úr hlátri en ég var bara svona í alveg, erum við bara að skoða Instagram og hún er að posta myndir af sér það sést greinilega róleg þessi er obsessed að sjálfur er þú átt að vera það, verður fucking obsessed að sjálfur ég er obsessed að sjálfur mér og þú líka og ég er obsessed að þér og þú mér og gælan sem var að segja þetta, bara að segja þetta því að hún er ekki nógu obsessed að sjálfur sér og henni langar að posta þessu myndir menn þú er ekki, af því að vinkonur hennar er að dæma hana ég veit það og ég hef líka lent í að það eru ákveðnar stelpur sem er að gera grín af þessu og eru bara svona þetta er ekki minn stíll og eitthvað og byrja svo sjálfar að posta á TikTok setna og þá er maður bara svona hvað var þetta draumurinn allan tíma? það er málið þetta er bara fólk sem að þú eru ekki að gera sama langar að gera sama, þú eru ekki og þá liðum betur að vera bara eitthvað nei þetta er bara ógeðslega asnalegt þetta er bara fáralegt að þurfa að gera svona og það er bara, það liðum betur að því að þá er bara eitthvað já það er rétt hjá þér þú hefur rétt þú fyrir rétt hér, hún er asnaleg að vera að gera augnhár ég er að taka betri ákvörðun með að vera inn í mér og gera ekki neitt og vera alveg eins og allir aðrir já small rant en ég kom ógeða þessu á Íslandi og þetta er svakalegt sko. og líka bara svona þú veist, það mætir ykkur og hún er gett fín og sæt og þú veist, ég man bara eftir þegar maður var yngri og þú veist, og það var bara svona rólega, ætlum við ekki bara að fara casual eða þú veist, bara svona ætlar að fara í þessi ég er allan og ég man þegar ég byrjaði að vera svona ekstra og þetta þá var svona, heyrði ég oft þú veist, við erum bara alls ekki með samfattstíl þú veist, það er bara langt frá því og þannig ég að þú bara nennir ekki að gera það fína það basically ég bara, það er ekki við þurfum ekki öll að vera með samfattstíl ég bara, nice. Ég vil vera leiðilegur heimurinn ef við værum bara öll með samfattstíl og færi bara meiri bæ og værum bara í söm buksunum allir eins engin öðruvísi svo kemur okkur einn í öðruvísi buksum bara þú veist, ángst að viljum við vera þannig hver er það? hver? Hendu honum út nei en samt í alvörinni þú veist, það pælið að væri allir eins sem að eru samt no joke sérstaklega finnst mér yngri krakkar út af því að þá er bara allir svo hrættir að gera öðruvísi og vera öðruvísi þú veist, það bara ég fór inn á eitt svona stað, ég man ekki einu svona hvað hann heitir hann er svona staður sem maður fer á fyrir bæinn þú veist, eins og Petsen eða eitthvað og ég fór inn á hann og í fyrsta lagi neyri bæ, ég geta eiginlega ekki verið neyri bæ lengur út af því að ég er orðin bara aldursforseti og ég er 01 sko, þú veist, þannig að ég er bara, þú veist, ég held ángriðs að Anna Júli segði mig, hún hafi séð 07 á átó og ég var bara 7 árum eldri, ég er 7 árum eldri þú en ég fór inn á hann stað og þetta var bara svona allt yngri stelpur en ég og þær eru allar í sama stíl allar og svo kem ég eitthvað í kápunni og fæ mér rauðvínsglas og stelpunna bara hver fær sér rauðvínsglas á svona klúbb og ég bara ég greinilega hömuleg gæla hatiði mig ég er öðruvísi geimveran, Sara Jasmín gerðu þetta ekki þetta skalla mig ekki þetta er alveg sklas hvað sæðir þú
Getum við please gert þetta næst ef við ykkur er ykkur að dæma okkur Já. bara eins og sé ángriðs eitthvað eins og við séum bara geimverur eitthvað og byrja bara að láta þannig Hvað meina Ég er kvalkarfi Það er Okay. eitthvað sært En allan að This Þú is veist, your pæli, þið eru að spá eitthvað buxmiður í. Við og Sara erum að leika kolkrabba fyrir sko Í podcasti. almenning. Fyrir podcast sem er bara fyrir alla og allir geta séð. Yep. Og við erum að fara að posta því. Þannig að Og ætlum ekki svo að klippa og við, nei, ef þið geti gert, ef En þið við erum getum gert þetta, þá getur þið verið í öðru í buxum Já. eða gert auknár. Eða posta á For Christ's TikTok sake. Já. Lipping Oh my á God. TikTok Það er náttúrulega bara, mér leið bara eins og ég væri bara einhver skeimur að því ég postaði á TikTok fyrst. Og ég meina, þetta er alveg smá svipað í Bandaríkjunum líka, í svona small towns, þá er alltaf eitthvað svona, ég vona enginn í small Já. town sjá þetta, bla, þú veist, eins og Alex Earl, hún var að posta sömu myndböndum þess að hún bara tala, bara get ready with me og bara fá engin views og engin likes bara í 2 ár. Hún er alltaf áfram. Þú veist, pældu hvað maður það bara stop giving a shit og þá gerast hlutinir. Ég veit það Það er bara þannig, þú veist, þetta er að stoppa þig fyrir að gera það sem þið langar að gera eða, þú veist, ok, ef þið langar að gera nákvæmlega saman allar aðrir, það er bara fæn, skilur. En ef þú ert pressured og þið líður eins og þið þurfið að vera eins og allar aðrir, þú þorir gennilega ekki að vera öðruvísi, þá gerist ekki neitt. Allt sem að allir, þú veist, stílar og allir svona, allt sem hefur, all trends og eitthvað, kom út að einhver annar gerði eitthvað öðruvísi, skilur, og svo fylgja bara allir því. Þannig að hún er alltaf að gera get ready with me, þú veist, þetta var alveg fyrir, skilur, en Já, en þú veist, en þetta er samt bara með allt, skilur, þú veist, út af því að, þú veist, þeim sem gengur vel í lífinu og þeim sem að ná, þú veist, ef þú ert með eitthvað draum í hausnum, það eru bara svo margir sem að láta sér dreyma og eru bara, vá, mér langar svo mikið að verða þetta. En þú veist, þau taka aldrei skrefið, þú þarft að vera bara fucking consistent. það var alveg svo vinsæl. Já. Vinir. Vinir var að hringja þig. Vinir. Hérna, ég er alltaf að minna mig á að ég eigi vini. Þetta eru vinir mínir. En já, nú er ég búin að gleyma hvað ég ætla að segja út af því að þú... Já, ég veit það. Þú varst að segja eitthvað með að Já, út af því að þú þarft bara að vera get consistent eins og þau sjáum með Alex Earl Þú veist, hún bara hélt áfram að posta alveg saman þó hún var að fá bara 5 like þú verður ekki að fylta heiti frá þú Já. veist, fólki sem býr hjá þú veist, saman bæ. En þú veist, þú þarft bara að halda áfram til þess að ná ákveðinu, þú veist og ég meina, alveg svo með þig, fólk dæmdi þig ógeðslega mikið fyrst, skilurðu og þú veist, bara alla sem að ég veit sem að eru orðnir eitthvað smá þekktir núna þeir voru dæmdir fyrst, skilurðu Þannig að Ekkert smá, sko, ég í byrjun þá líka, ég bara postaði, ég bara loka öllu, ég hugsaði ekki hvað, þú veist, að því að, ég var alveg líka svona fyrst sérstaklega þegar ég var yngri, en svo bara genuinely var bara, ok, ég ætla bara að láta bara, ok, I don't give a shit, og svo setti þetta líka bara í samhengi, ég var bara svona, ef ég er að fá heit, þá er ég bara að gera eitthvað rétt, skilur, þá eru bara fólk bara, svo flott eitthvað hérna, svo flott hjá henni, helviti spíkan Já, nei, ég er svo sammála og ég bara þetta er bara your daily reminder að stop giving a shit já, og þú voru að vera öðruvísi, og, já, þarfst ekki að vera öðruvísi og mátt bara vera þú sjálf, skilur, Já, og það eru bara svo margir sem er ekki með neitt persónuleika og er ekki með neina sína skoðanir út af því að þau eru bara með skoðanir frá því hvað þau heyra út frá sér þau eru bara, ok, mér finnst þetta flott út af því að alla vinkonum mínar eru svona þú veist þetta, bla 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 þú veist, í staðin fyrir að vera bara ok, mér finnst þetta og fara bara á móti öllum þú veist, þannig er líka ef að það er þín skoðun já, og þannig er líka, þú veist eins og ég ætla að segja við hana Rakel litsis með sem var að segja mér þetta ég held ég hafi sagt þetta við hana að, veist, það er bara svona, þannig velur líka vinina, skilur, út af því að þú veist, hún var að segja mér þetta eitthvað og þetta var eitthvað vinkonan eða þetta var þá greinilega eitthvað svona í skólanum eitthvað blað sem var að segja þetta við þessa augnharkjálfu og ég bara svona, en þú veist, þú lærir líka bara þegar þú erum eldri þannig, þú veist, svona fólk bara eru ekki vinnin eða þú bara svona blokkar þetta út af því annars ertu alltaf að vera eitthvað að plísa, þú veist, gera eitthvað til þess að plísa og myndi aldrei þóra neitt af því að þú veist, að plísa vinkonninar sem eiga actually að vera bara supportive, þú veist, ég bara sagði bara, ég á eitthvað sem vinkonur, þú veist, það er enginn svona í kringum mig, þú veist, ef ég er að gera eitthvað, skiptir ekki máli hvað,
þú veist, gera eitthvað nýtt eða gera eitthvað, þú veist, þá bara support, þú veist, það allir bara happy for me, skilur og því að ég nenni ekki umgangast eitthvað annað, þú veist, þá ég bara svona og þetta off. Já, og þetta líka bara ógeðslega mikilvægt, þú veist, út af því að þú veist, þetta bara eins og með mig, þú veist, ég var alltaf bara svona ef ég hélt að eitthvað væri pirraður út í mig eða ef ég hélt að eitthvað væri bla bla bla, skilur, þá bara fór ég á hliðin og ég var bara, hérna eitthvað reyna að dansa í kringum fólk og eitthvað þú veist, ég 100% ef ég in the wrong, þá beiðst ég afsökunar, þá segi ég bara fyrirgefðu, bara ég hafði rangt fyrir mér eða bara ég klúðraði þessu, bara fyrirgefðu, ég skal bæta þetta og þú veist, bla 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 en síðan, gott að segja þetta samt að ég syns að ég segja þetta ekki já, þú veist, og bara þú veist, það svo mikilvægt að segja fyrirgefðu, þú veist, þegar þú sérð að þú ert in the wrong og það eru margir sem kunni ekki að segja fyrirgefðu og meiri segja að þó að eins og ef að ég myndi særa þig og mér myndi finnast þú veist, ég myndi ekki alveg skilja af hverju þú var særð, mér fannst þetta ekki big deal skilur, en ef að þú var særð yfir þessu, þá fer ég til þín og ég segi bara, vá, fyrirgefðu, þá ég ætla alls ekki að særa þig og bara þú veist, bara fyrirgefðu bara, þú veist, ég skal passa að gera þetta ekki aftur ég vissi ekki að þér myndi líða svona ef ég myndi gera þetta það var ekki meiningin skilur, já, þannig að alltaf að segja fyrirgefðu en síðan líka sömur sem að halda áfram skilur, þú ert bara svona að reyna að segja fyrirgefðu þetta að þú veist finnst bara næs að vera að halda áfram eitthvað með grudge og þú veist, ekki halda áfram skilur þá að vera að sleikja þessa manneski upp og vera að geta meðvirk og vera bara, viltu ekki bara gera þetta og þú veist þetta, og þú veist, þú gengur ákveðið langt að segja bara fyrirgeðu þetta en síðan skilur, ef manneskjan ætlar að vera manipulate þetta og halda áfram að skilur, þú veist svona já, bara ef þú ert búin að gera þitt þú ert búin að segja allt sem þú getur og ef hún ætlar að halda áfram þetta þú veist, þá ég bara svona, heyrðu, ok, þú kemur bara þegar þú ert tilbúin, skilur, þú veist, ég nenni ekki að vera heima bara, bara hvað á ég að gera, ég nokku viltu fleira? Já, nei, þetta svo gott og því að við tölum einhvern manni mitt að í einhvern þætti, þar sem vorum að segja, þú veist, ég ekki hana, þú veist, ef ykkur pirraður út í mig þá ég bara eitthvað svona þú veist, þetta bara á þér og þú þarft að koma til mín en það hljómaði smá svo þess að við værum bara ekki leiðilega, kannski leiðilega við vinkunum okkar og svo bara eitthvað, eða pirraður út í mig og kemur til mín og það alveg stundum erfitt að koma, þú veist, að vera eitthvað svona þú veist, ok, mér fannst þetta leiðilegt, skilur þannig að þetta gott að segja þetta líka, við erum að tala þú veist, ef að við erum búin að segja fyrirgefðu, þú veist, eða þetta var, skilur generally, þú varst in the wrong, þú veist, ekki að við séum bara eitthvað, ekki leiðilegar og svo bara eitthvað fólk með ekki vera pirraðir, skilur já, og þú veist, og það ógeðslega, þú veist, ég meina alveg sem bara með vinkonum mínar og þú veist, og allt skilur, þú veist, ef að ég ger eitthvað til að særa þér eða eitthvað, þú veist, og ég sé kannski bara, og ég veit ekki hvað ég gerði, en ég sé að þær eru orðna sára út í mig, þú veist, ég vill alltaf að vinkonum mínar koma til mín og segja bara, heyrðu, þú veist, bara straight forward, skilur, við erum rosa mikið þannig, bara svona, ef það eitthvað sem að okkur mislíkar að við segjum, þá segjum það strax og þess vegna munum við aldrei neitt sem að okkur hefur verið eitthvað mislíka. En þú veist, alveg sem bara með vinkonum, þú veist, ef að það erfitt fyrir þær að koma og spyrja, þú veist, og ef þið finna eitthvað væp, þú veist, þá líka alveg alltaf lægi að segja bara, alltaf góði, eitthvað sem ég gerði til að særa þig, og ef það segja bara, nei, þú veist, og halda áfram í eitthvað svona þannig, þá svona drama, þá allan vilja drama. Já, og þá ert þú allan búin að koma og hún bara, ok, þú lætur mig bara vita, skilur, ef það eitthvað sem ég gerði rátt, skilur, og ekki halda áfram, þá ertu búin að koma, skilur, þú veist, út af því að það eru sumir sem að bara vilja halda þér bara með illt í maganum og bara fuck hún brjálu út í mig og bara líða ekki að illa heima, þú veist, þannig að sem að bara á ekki að vera og þegar þið eru vinkonur og þú átt vinkonur og líka fjölskyldumeðlimi, skilur, þú veist, talið bara saman og svo þetta búið, skilur, þetta þarf ekki að vera eitthvað drama bara ég veit ekki hvað langa tíma. En það byggist inn í talinu upp ef að maður talar ekki og svo bara komið eitthvað svona lítið og svo ertu bara versta manneska í heiminum bara, og það bara meikar ekki þetta bara, þú veist, já, ég sammála. Þannig að tala hlutina, tala saman, mikilvægt. En þetta samt svo, já, þetta er allt mjög góðir toppúntar hjá okkur hérna. Við erum svo flottar og mikla fyrirmyndir. Þetta að hlusta og gellugast oftar. Já, nei, en ég alveg, við fáum alveg oft svona eitthvað svona komment sem er bara, þið hjálpum mér alveg ógeðslega mikið. Og þegar maður veit, þú veist, ég þurfti þetta þegar ég er svo sammála. 17 ára. Og bara alveg svo að ég var ógeðslega meðvirk þegar ég var yngri og ég var bara, þú veist, ég var bara það heyrir svo mikið sem pókum. Já, ég var bara að gera tilbúið og ég ætlaði að minna á gjáleikinu eftir. Já, hérna
þannig að já, ég ætla að segja ykkur að já, ég hafði svo mikið þurft svona þegar ég var yngri út af því að hérna Brynhildur var draugur að ég þurfti svo mikið skilur á einhverjum svona að segja mér þetta og bara svona einhverjum svona sem að ég gat bara hlusta á í róleitur þetta út af því að þú veist það er svo erfitt að vera meðvirkur og þetta tekur svo mikið frá manni að vera alltaf svo stressaður og svona og síðan getur maður að vera með ákveðna manneskjur og þú veist sem eru bæði vinir og fjölskylda sem að þú veist finnst gaman að hafa þig á tánum þú veist ég segi það, þú veist svona fíla drama já, og líka bara fíla að hafa þig svona fyrir ekki þú veist að sleikja þig bara fíla að hafa manneskju að sleikja upp og vera svona taugaveiklaður já þú átt að berjast fyrir mínu og síðan líka bara stundum er maður búin að segja fyrir gefðu bara já, ég skal reyna að bæta þetta þú veist, bara svona, þú veist, og það er fólk getur líka þú veist, ég meni, ég hef lent í ógeðslega oft að fólk eru að vera pirrað með þetta út af ADHD-inu mínu skilur, þú veist, ég kannski gleymi ykkur að ég gerir þetta og bla bla bla, skilur og þú veist þá er maður bara svona, maður þarf líka að fjölskylda og vinir og þetta síni skilning, skilur já, maður skilur kannski því að stundum getur þetta og mann sjálfur líka líður kannski illa nú þegar og þetta er ekki viljandi en svo með maður svona maður skilur að eitthvað verið pirraður því og svo er bara svona, sorry, þetta ok, ég skil, þú veist en það þarf ekki einmitt, það er svo illa gert að því að ég átti einmitt líka, þegar ég var í grunnskóla þá var bara svona öfga svona, þú veist bara, þú veist þá var ég alltaf svo sem ég þurfti að segja sorry þótt að ég var ekki eins og in the wrong þú veist, það var oft bara líka lagt mig í einalti og ég þurfti að segja sorry skilurðu, þannig að það varð svona í mér bara eitthvað ósálrátt varð bara svona geðveikt forgiving og svona þess vegna held ég líka í dag að ég kunni ekki að hold a grudge að því ég var alltaf svo í mörg ár sem að þurfti að vera fyrst til að vera bara þú veist, þótt að vera að gera rátt af mér að vera bara ok, búið, sorry, já, allt í góðu, skilur þannig að maður þarf líka að læra að vera bara svona, ok, núna var actually, ég er búin að segja mitt, núna er ég ekki in the wrong, þú veist, þannig að ég á ekki núna að vera bara liggur þetta hjá hinni manneskjunni, hún getur komið tilbaka þegar hún er tilbúin ef ekki, og þú veist, sérstaklega eins og ef ég hefði actually gert það við þessar sem voru þessar vinkonu mína, back in the day að þá hefði hún bara, þú veist bara lagt mig einlítið bara forever, skilur og bara drulllaði mig og svona, en þú veist, svo náttúrulega þegar maður er eldri þá ertu bara, okkur ætti þetta að vera vinkonu mín skilur, en það var bara þarna var ég bara svona ég þurfti að hafa hann sem vinkonu skilur og svo er þetta svo heimst að því að maður bara svona, svo fattar maður líka alltaf að þú veist, eins og ég á henni þá leið henni gett illa skilur og þá bara ekki, þú veist henni leið bara illa og þessna að því að þú, af hverju ætti henni að líða vel að ég væri bara að bara leggja mig einildi og ég ætla eitthvað að segja sorry og bara svona gefa mig ekki svona stjórn hjá henni þú veist, af hverju ætti eitthvað að líða vel að gera þetta við sérstaklega sem að því finnst þessu vinkona þú veist, þannig að maður bara svona sérstaklega maður yngri, maður hugsa alltaf eitthvað svona ég þarf að vera í þessu einsamdi, ég þarf að en svo maður bara eitthvað, þú ert svo much better without it og þú mátt finna bara, þú veist, það er milljón manns í heiminum, skilur það er billjón manns í heiminum, actually en það er bara endalaust af fólki sem er bara sem er bara betri vinkonur sem henda því betur og þú veist sem að þannig að já, maður á ekki að vera að taka af manni að vera í ykkur í vinsamlega. Nei, alls ekki, ég er svo sammála þú veist, út af því að alls við höfum líka talað áður, þú veist, að maður getur átt ykkur vinkonur eða eitthvað og þú veist, og maður fer í hitting og maður kemur af hittingnum og maður er svona líður illa, maður er svona að hugsa ákveðin komment sem að voru gerð þú veist, og maður er komin heim og maður er bara svona, akkur sagði þetta og akkur svona, þú veist og þau segja að þetta get svona í djóki, bara svona, það er mjög stelpur stelpur eru ekki beint að, þú veist, eins og gæðir, þeir bara lemja ykkur þannig stelpur eru svona fucking lúmskar þannig að þær segja þetta en þær samt ekki segja þetta en þær bara make sure að þú ert pæli svo skilja og þú veist, og svo er líka svona þú veist, síðan getur líka verið með eitthvað sem er svona þú veist, þú gerir eitthvað og manneskjan heldur áfram að segja eitthvað og þú ert að reyna að útskýra og svo heldur hann áfram þang til að brotnar, skilur þú veist og þá ertu bara svona bara, þú veist, ég hef lent í að vera bara geðvægt góðu jafnvægi, skilur þú veist og þetta og ég er svona, er að reyna að útskýra bara þetta þú veist, þetta var út af þessu og bara já, fyrirgefðu, ég skal bara þú veist, ég er að reyna að bæta þetta, ég er að reyna þú veist, bæta ADHD og þetta, skilur og svo kannski, þú veist,
er búið að halda svo mikið áfram þannig að maður brotnar í lokin Já. og þá er maður bara svona þú veist, akkur er ekki bara hægt að þú veist, ég var að óna allt skilur og því manneskinn ekki að leitast að hún ekki að leitast að því, hún bara að leitast að þér liði illa skilur eða þú veist eða býð eftir að þú sért bara að brotna eða þú veist, bara svona að þú sjáar eftir þessu eða eitthvað skilur já, þú veist, það er mitt ógeðslega oft henni, það er ekki bara nóga, þú veist að þetta er eitthvað svona valda svona, hvað heitir þetta valda eitthvað já þetta er allavega bara þú veist ég mæli svo mikið með því út af því að ég var í alveg ekki mjög góð jafnvægi og eitthvað svona en núna er ég bara svona búin að vera svo mikið að fara út að labba og var í náttúrunni og þú veist og ég og Brynhildur erum líka mjög mikla svona náttúrubörn og við elskum að vera jarðtengja okkur og eitthvað svona og bara mála og eitthvað bara svona huglega þannig að grounding og það er ógeðslega mikilvægt og mér finnst líka bara stundum þegar ég er bara búin að vera ógeðslega miklu actioni og það er bara búið að vera geðveikt mikið í gangi á mér og ég er bara svona með endalaust að gera að þú veist, stoppa bara og vera bara svona ok, hvað lykt finn ég ok, þú veist, hvað get ég snert núna og bara svona þú veist, aðeins bara svona jarðtengja mig út af þetta getur verið svo mikið í gangi einu og þú veist svona, svo ertu bara í símanum og þú veist svona, og maður þarf bara svona að stoppa og vera bara, ok, hvað getur snert hverju finn ég lykt af, hvar er ég og svona að vera í núinu og bara svona stoppa aðeins og bara svona horfi kring á sig og bara svona ok, og halda svo áfram, skilur já, sérstaklega mikið að gera þá fyrir maður bara á fullt og svo ertu bara maður það bara að koma aftur á jörðina og vera bara svona stoppaði að því að annars heldur maður áfram og þá maður bara svona bara byrjar að svífa í hugan og maður er bara byrjar að vera bara í eitthvað rugli skilur þú veist og maður er bara svona er ekkert tengdur hvað maður er að gera í hvaða sinni þetta er bara orðið eins og eitthvað draumur skilur þannig að og mér finnst líka bara ógeðslega margir sem að gera þetta aldrei skilur þau eru bara svona eins og þegar maður þú veist eins og ég Hveragerði þú veist ég labba stundum bara upp á eitthvað mosa eða eitthvað og ég fer úr skónum svo er bara ég sleika steinin og nei, en þú veist, svo fer ég bara úr skónum og Kókó leggst hliðina á mér og ég er bara með tærnar í mosanum og þú veist, er bara andagett inn og út og er að horfa á skýin og loka augunum og bara svona, er bara svona alveg í núinu þú veist, og eftir þá er maður bara ég er svona að hugsa að ég tengi við þetta, þú veist, þetta virkar fyrir mig en ég er að hugsa svona við manneskir sem að þetta virkar ekki neitt, að þau fara að leggast og þau eru svona hvað er ég að gera? Nei, já, ég veit fyrir suma virkar þetta ekki, en ef þú ert svona en ég held samt að þetta virkir fyrir alla þú veist, ef þú ert leggst í mosan og ert bara hvað er ég að gera hérna að reyna já, þá ertu bara þú veist, þá þarfst að fara í svo mikla vinnu skilur, þú veist, bara og finna jarðtengingun og þá ertu bara komin það langt frá því ef þú bara leggst í mosan og ert að finna og ert bara, hvað er ég að gera hérna þá er ég ekki að fara heim, já, þetta er ógeðslega skrítið, þú veist bara svona, já og það er nefnilega máli, okkur er svo drullu sama, þú veist ég er bara, mér er alveg sama og fólk er að labba framhjá eitthvað og ég er bara að tána með einu í mosanum eitthvað, þú veist þannig að já, það hljóma fyndið en þetta generally er já, en it works, we have to get out of here come back to earth já, we have to get out of here við ætlum að enda á svona góðu nótum já over and out heyrðu þetta jæja, takk fyrir í dag we love you guys love you þetta var geggjaði þáttur já, hann var það svo sannarlega Brynhildur sjáumst seinna Sara þú ert best Sara mín nei, þú ert best hættu sig, já, bye